Á síðu 28 í kennslubókinni er talað hvernig við getum tekið út skýrslur yfir viðskiptamenn og lánardrottna. Nú ef við byrjum aðeins á viðskiptamönnunum þá getum við farið hérna í fjármálastjórnun útistandandi og við getum valið hérna skýrslur og hér eru margir möguleikar og segjum til dæmis að við viljum bara taka hérna hreyfingarlista yfir viðskiptamennina, þá smellum við bara það. Nú við getum náð í ákveðin viðskiptamann með því að fara hérna ofan í og svo getum við tvísmelt. Nú ég ætla að gera escape eða þá ef við veljum ekki neitt og veldum hérna forskoðun þá fengjum við á alla upp. Nú sama getum við gert hérna í sambandi við lánardrottna og þá myndum við bara fara hérna í til greiðslu og skýrslur undir því og við getum tekið hérna út lánardrottnar hreyfingarlisti og það er alveg sama, við getum farið hérna ofan í og tekið út eitthvað ákveðin og tvísmelt bara á hann eða þá, ég ætla að fara í escape. Ef þið veljið engan, þá getið farið í forskoðun og þá fáið þið lista yfir þá alla. Takk fyrir.